Þetta ég sá svipinn á að vera að kynna hérna úrslitin. Þú varst ekki viss á tímabili? Nei, ég ætti alls ekki vona þessi. Ég var búinn að sætta mig í 4. sæti hérna og svo bara snilld að vinna þetta. 3. árið í röð, þetta er reynd ótrúlegur árangur. Já, þetta er bara stilt upp fyrir okkur hérna, við vinnum þetta alltaf. En voru þið sátt svona í lokin? Þið voru kannski ekki sátt við ykkar árangur en þetta kom svolítið óvart reynilega. Já, við unnum náttúrulega enga grein, þannig að ég átti ekki beint vona á þessu. Hvernig fannst þið ykkar framistæði hérna í kvöld? Þið unnuð enga grein en unnuð samt keppnina? Mér fannst okkur ganga ógeðslega vel, það var bara geðveikt. En hvernig verður þetta? Er 4. skipti í röð? Hvernig er næsta kynslóð? Hvernig er næsti 9. bekkur og þessara sem er að koma? Jú, það lítur að vera, við erum bara að æfa 98 árganginn. Af hverju er þessi árangur? Hvað er það að gera hérna í skólanum? Ég bara veit það ekki. Það er haldið óalega mikið utanum þetta hjá okkur í Holtaskóla, þannig að það er bara stilt upp fyrir okkur að æfa. Eru búin að jafna ykkur? Er sjokkið svona farið? Nei, það er svolítið mikið ennþá sko. Þið áttu ekkert von á þessu þannig að það var að tilkynna úrslit? Nei, alls ekki. Ég var ekki að bjóst í þessu. Það má segja að tekið þetta lokasprettinu. Þú tókst æsilegan lokasprett þannig að þurftu að vinna smá forskot. Hvað varst að hugsa svona að loka metrónum? Ég var að hugsa Íslandsmet. Ég ætlaði mér Íslandsmet, en við sigur Ísland betra. Hversu sætt er þetta? Þetta er mjög sætt. Þetta er ótrúlegur árangur, 3 ár í röð. Hvað er svona sérstætt við það sem er að gerast í Holtaskóla? Það er bara allir að æfa sig á fullu. Það er ekki reynd ótrúlegur árangur, 3. árið í röð. Hverju má þakka þennan glæsilega árangur? Þetta er bara samviskusemi krakkar, tilbúnir að takast á við það verkefni sem við að gera. Og bara frábæri krakkar. En nú er þetta ár eftir ár og nýju krakkar og svona, það hlýtur að vera eitthvað sem þið eru að gera rétt svona til að halda utan um þetta. Þau hafa náttúrulega frábæra fyrirmyndir sem hafa verið undanfarin ár og þau feta náttúrulega í fótspor þeirra og við bara aðstöðum þau, við þurfum aðstöðu við hlutina þá, aðstöðu þau og fáum meirist aðstöðu utan að frá, við höfum fengið það. En þið leggja þetta kannski svolítið í þeirra hendur, þau verða að æfa markvisst? Já, við hjálpuðum, komuðum að stað, hjálpuðum og látuðum svo fá æfingar sem þau fara eftir, það er eftir í hendur. Svo hlýtur náttúrulega íþróttastarfið hérna í bænum að hjálpa krakkarnir að æfa íþróttir. Að sjálfsögðu. Það eru fáir bæir sem eru með jafngott íþróttastarf og þetta bæjarfélag hér. Það er Jóhann ekki stærri skóla heldur en Holtaskóli búin að sigra þessa keppni 3 í röð. Þetta hlýtur að vera alveg einstakur árangur. Þetta er það. Þetta er eini skólinn sem hefur unnið 3, hvað þá 3 í röð og eini skólinn sem hefur unnið 2, það er Lindaskóli í Kópavogi sem er mjög öflugur og stór skóli. Þannig að af 9 skiptum þá erum við komin í 3. núna. Þetta hlýtur að vera eitthvað sérstakt sem þið eru að gera hérna? Já, það er það ábyggilega, en hvað það er ekki alveg alltaf sem maður veit það, en ég þakka fyrst og fremst bara liðsheildinni hérna. Þetta er sko óbáslega skemmtileg stemming. Bæði sko foreldrar og starfsmenn og nemendur að sjálfsögðu eru lifandi í þessu sem við erum verið að gera og það er mjög mikilvægt. Ef að þannig er unnið þá skilar það árangur. Nú eigið þið engin Íslandsmet eða eru þið ekkert að skara fram úr þannig en þetta er svona vinst jafnt og þétt? Bæði í riðlakeppninni síðustu og núna þá unnum við enga þraut. En það er liðsheildin þar sem við erum ofarlega í öllum þrautum sem að skilar okkur svona áfram. Það eru svona rosalega jafn góð. Þetta er bara öflugur hópur, það er það sem er gott. Svo eru þetta þessir einstaklingar sem verða valdir úr þessum öfluga hópi sem eru í keppnisliðinu. Þetta er alveg frábæri krakkar og búin að leggja mjög mikið á sig í æfingum og þau vilja vinna almennilega fyrir skólann sinn. Verður það pressa á krakkunum á næsta ári? Sko það er auðvitað mikilvægt að passa það að pressan verði ekki of mikil. Auðvitað er voðalega gaman þegar svona gengur og við vonumst til þess að það verði áfram. En sko það er ekki endilega alltaf þegar verið að keppa öllu heldur, þá er þetta einhverjir sem að vinna og aðrir sem eru ekki að vinna. En það er hins vegar mjög góður árangur bara það eitt að komast í þessa úrslitakeppni. Og tökum bara sem dæmi Myllubakkaskóli sem er í 5. sæti, það er auðvitað frábær árangur og það verið með 2 lið hérna í þessu sveitarfélagi svona í úrslitakeppni er mjög gott. Heiðarskóli, hann var í 2. sæti fyrra. Þannig að þetta er alveg topp árangur hérna á svæðinu hjá okkur. Og það er bara mjög gaman að sjá þetta og það er þessi stemming líka sem að myndast í bænum. Ég held að það sé óvíða á landinu sem er svona stemming í kringum skólahristuna eins og hér.